Þegar við tökum myndir, þá þurfum við að ákveða, ætla ég að stilla myndavélina sjálfur eða láta myndavélina bara þetta. Þegar við tökum myndir á síma og margar myndavélar, þá bara gerir myndavélina þetta sjálf. Við erum ekkert að fikta í henni. En þegar við erum með góðar myndavélar, þá getum við stillt þetta sjálf. Þetta er að sýna ykkur hvað við getum stillt. Hérna erum við með myndavél sem er beint að þessari linsu hérna og þið sjáið að ég get stillt eitthvað hérna. Það er hraðinn sem er hérna, 1 á móti einhverju, F-tala, það er ljósopið og svo ISO-ið, það er ljósnæmnin. Og ég get fiktað í þessu, ef ég minkar hraðan þá fæ ég meiri birtu inn, af því að þá er opið lengur, þá kemst meira ljós inn. Ef ég stækka ljósopið, þá lækkar F-talan sjáði, þá kemst líka því að þá stækkar opið, kemst meira ljós inn, myndi verður oflýst, en þá get ég bara aukið hraðan á móti sjáði. Og hérna er ljósmælir sem segir mér, svona er hún rétt lýst. Er það akkurat það sem ég vil? Stundum og stundum ekki. Síðan get ég fiktað í ljósnæmninni sjáði og þá verður myndin bjartari þegar ég hana, dekkari þegar ég minkana. Yfirleitt eru bestu gæðin svona kannski ISO 400, svolítið mismunandi eftir myndavélum. En það eru kostur og gallar við þetta allt. Ef ég keyri ljósnæmnin upp á rolluvaldi, þá vilja myndgæðin byrja að versna. Á nýlegu myndavélum fer það ekki að gerast fyrir komin í mörg þúsund í ISO, jafnvel 10.000. Ljós opið, lág F-tala, til dæmis hérna F4, því það er frekar stórt ljósop. Há F-tala, ef ég er komin í bara F16, það er því mjög lítið ljósop, en þá er líka mikið í fókus. Stundum vil ég hafa mikið í fókus, stundum lítið eftir að hverju ég er að taka myndir. Hraðinn, stundum vil ég hafa mikinn hraða til þess að frysta hreyfingu til dæmis, stundum vil ég sýna smá hreyfingu, þá lækka ég hraðan og stundum er bara svo lítið ljós það sem ég er að taka. Ég verð að hafa hraðan eins lágan og ég þori, ljósopið er stórt og ég get og keyra ISO-ið upp eins hátt og ég þori bara til þess að ná myndinni. En stundum erum við bara að taka mynd af ykkur augnabliki sem ég verð að ná. Þá set ég bara á auto eða keyri þessar stærðir bara upp og tek myndina. Þó að myndgæðin sé ekki frábær, þá á ég þó allavega þetta augnablik.